Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á 24. fund bæjarstjórnar sem haldinn á bókasafninu í Stykkishólmi miðvikudaginn 24. apríl 2024 og hófst hann klukkan 16:45. Ég sit hér við fundinn. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Jakob Jörgen Jakobsson, bæjarstjóri, Þórarn Jónsson sem ritar fundargerð og Jón Sindri Emilsson sem stýrir útsendingu, en fundinum er streymt beint út og hægt að horfa á hann á YouTube eftir að útsendingu lýkur. Við göngum það til dagskrár, en á fundinum eru 20 mál. Síðasta mál á dagskrá yfirferð á ársreikningi fyrir 2023 og þegar yfirferð á ársreikningi er lokið þá lýkur bæjarstjórnarfundi og hér hefst opinn fundur þar sem að farið verður yfir ársreikninga og íbúar eru velkomnir. Fyrsta mál á dagskrá stjórn Náttúrustofu Vesturlands. Lögð fram fjórða fundargerð stjórnar Náttúrustofu Vesturlands, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2 fundargerð skipulagsnefndar frá 21. fundi skipulagsnefndar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þriði liður afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, lögð frá fundargerð 34. afgreiðslufundar byggingarfulltrúans, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4, hafnarstjórn, lögð fram 6. fundargerð hafnarstjórnar, lögð fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 5, skóla- og fræðslunefnd, lögð fram 13. fundargerð skóla- og fræðslunefndar, lögð fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 6, bæjarráð, lögð fram 21. fundargerð bæjarráðs, hún er lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Undir lið 6. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 7, fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, lögð hér fram fundargerð frá fundi nr. 946 frá stjórn sambandsins frá 15. mars 2024, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 8, fundargerðir Héraðstúns EHF, lögð frá fundargerð stjórnarfundar Héraðstúns ásamt ársreikning, lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 9, stofnun barnaverndarþjónustu Snæfellsness, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar. Bæjarstjórn samþykkti á 20. fundi sínum að fara í samstarf í formi leiðandi sveitarfélags barnaverndarþjónustu, samanber barnaverndarlög nr. 80 frá 2002 á Vesturlandi þar sem Borgarbyggð mun taka sér að vera leiðandi sveitarfélag. Bæjarstjórn samþykkti einnig að fela bæjarstjóra að útfæra nánar fyrirliggjandi drög að viðauka eða samningi samstarf sveitarfélagana í samráði við sveitarstjóra annarra sveitarfélaga sem einnig hafa samþykkt umrætt samstarf. Bæjarstjóra var falið að undirrita viðaukann eða samninginn að lokinni þeirri vinnu og leggja fyrir sveitarstjóra til síðari umræðu til staðfestingar. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum samning samstarf og stofnun barnaverndarþjónustu Snæfellsness, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar og vísaði honum til síðari umræðu bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 9. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir samning samstarf og stofnun barnaverndarþjónustu Snæfellsness, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar. Hver samþykkið þessu? Og það samþykkt samhliða. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra frágang málsins í samráð og samvinnu við önnur sveitarfélög og auglýsa breytinguna í B-deild stjórnartíðenda. Hver samþykkið þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 10, samþykkt stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn á 20. fundi sínum að samþykkt stjórn sveitarfélagsins verði breytt í samræmi við nýju þátttöku sveitarfélagsins barnaverndarmál.
Með vísan til afgreiðslu bæjarráðs lögð fram til fyrri umræðu tillaga breytingu og samþykkt stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms sem felur í sér viðauka við samþykktina í tengslum við samstarf barnaverndarþjónustu, þar á meðal framsal á valdi barnaverndarþjónustu frá sveitarfélaginu til Borgarbyggðar. Bæjarstjórn samþykkti að vísa tillögu og breytingu á samþykkt stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum að vísa tillögu og breytingu á samþykkt stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms til síðari umræðu í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 10. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir breytingar á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra frágang málsins í samráði og samvinnu við önnur sveitarfélög og auglýsa breytinguna í B-deild stjórnartíðenda. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 11. Framtíðaráform vatnasafns. Lögð hér fram drög að nýjum samningi vatnasafn ásamt tillögu bæjarstjóra að skipun vinnuhóps framtíðaráform vatnasafnsins. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum tillögu bæjarstjóra að skipaður verði 3 manna vinnuhópur framtíðaráform vatnasafns og að vinnuhópi skipi 2 fulltrúar aðalmanna í bæjarráði, 1 frá hvorum lista ásamt formanni safna- og menningarmálaverndar. Orðið er laust undir lið 11. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn samþykkir að skipa Hrafnhildi Halldórsdóttur formann og Ragnar Már Ragnarsson ásamt Viktoríu Líf Ingibjörnsdóttur í vinnuhópum framtíðaráform vatnasafns. Hver er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að lið 12. Íþróttastefna sveitarfélagsins Stykkishólms. Bæjarstjóri Stykkishólms bæjar lagði til á 608. fundi bæjarráðs að unnin verði íþróttastefna Stykkishólmsbæjar eða eftir atvikum verði leitað samstarf við HSH og sveitarfélagana á Snæfellsnesi sameiginlega stefnu í þessum efnum. Bæjarráð vísaði tillögunni til umfjöllunar og umsagnar í æskulýðs- og íþróttanefnd sem lagði til á 78. fundi sínum að leita yrði eftir samstarfi við HSH og sveitarfélagana á Snæfellsnesi sameiginlega íþróttastefnu. Með sameiginlegri íþróttastefnu, hvort sem hún verði sameiginleg stefna sveitarfélaga á Snæfellsnesi eða sameiginleg stefna með íþróttahreyfingunni á Snæfellsnesi, er meðal annars verið að stefna því að vinna í samræmi við markmið og aðgerðir sem framkoma í stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum 2019 til 2030, en með sameiginlegri stefnu er jafnframt tilgangurinn að auka samvinnu og samstarf á sviði íþróttamála á Snæfellsnesi. Bæjarráð fól bæjarstjóra og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa Stykkishólmsbæjar að kanna áhuga sveitarfélaga á Snæfellsnesi og HSH sameiginlega íþróttastefnu Snæfellinga. Í svarbréfi annarra sveitarfélaga á Snæfellsnesi var ljóst að ekki var sátt að móta slíka sameiginlega stefnu. Æskulýðs- og íþróttanefnd lagði því til á 83. fundi sínum að hafist verið handa við að vinna íþrótta- og tómstundastefnu með aðgerðaáætlun. Þar var lagt upp með að tómstunda- og æskulýðsfulltrúi muni vinna að drögum að íþrótta- og tómstundastefnu í samstarfi við nefndina á grunni stefnumótunar mennta- og menningarmálaráðuneytis í íþróttamálum. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkti á fundi nr. 411 að æskulýðs- og tómstundafulltrúi vinni íþróttastefnu Stykkishólmsbæjar í samvinnu við æskulýðs- og íþróttanefnd. Lögð er hér fram tillaga bæjarstjóra að skipun starfshóps í samræmi við umræðu bæjarfulltrúa með Ungmennafélagi Snæfells ásamt drögum að erindisbréfi sem byggðir á forsögu málsins. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum tillögu bæjarstjóra skipan starfshóps ásamt drögum að erindisbréfi og orðið er laust undir lið 12. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra skipun starfshóps ásamt drögum að erindisbréfi. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn skipar eftirtalda í starfshópinn sem fulltrúa sveitarfélagsins: Ragnar Ingi Ragnarsson, bæjarfulltrúi Hálista í bæjarstjórn, formaður. Ragnar Ingi Ragnarsson. Það stendur samt hérna. Það er ekki nóg með ég ruglist á þessu svo líka að vera ruglað. Ragnar Ingi Sigurðsson, fyrirgeðu, sem er bæjarfulltrúi Hálista í bæjarstjórn, hann er formaður.
og svo bæjarfulltrúi Ýlsta, Heiðrún Höskuldsdóttir, Heiðrún Höskuldsdóttir, og Birta Antonsdóttir, formaður æskulýðs- og íþróttanefndar, Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, fulltrúi Ungmennafélags Snæfells, Daníel Ali Kasmír, fulltrúi Ungmennafélags Snæfells, og hverjir eru samþykkir þessari nefnd, þessum starfshóp. Og það samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 13. Birkilundur, breytingu á aðalskipulagi. Lögð hér fram vinnslutillaga að breytingu á aðalskipulagi við Birkilund, en skipulagslýsing var kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga frá 14. febrúar til 13. mars 2024 í skipulagsgátt. Fyrirhuguð breyting tekur til Birkilunds í landi Saura. Skipulagssvæðið er nú þegar að mestu byggt frístunda- og íbúðarhúsum, en með breytingunni verður landnotkun á hluta svæðisins breytt úr frístundabyggð og landbúnaði í verslun- og þjónustusvæði fyrir útleiguhús, svæði fyrir íbúðabyggð, stakkað 3,8 hektara og landbúnaðarsvæði minnkað sem því nemur. Samhliða tillögu að aðalskipulagsbreytingu verður unnið tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir Birkilund. Skipulagsnefnd tók á 20. fundi sínum jákvætt í að skoða stækkun á íbúðarsvæði vegna aðalskipulagsbreytinga við Birkilund sem náði þá til lóðar 44. Skipulagsnefnd vísaði að öðru leyti athugasemdum til yfirferðar og vinnslu á hönnuði, þannig að taka megi tillit til þeirra eftir attökum í endanlegri tillögugerð að aðalskipulagsbreytingu. Á 21. fundi sínum óskaði skipulagsnefnd eftir því í samræmi við áherslu nefndarinnar á síðasta fundi að landnotkun á lóð 44 verði breytt á aðalskipulagsuppdrætti úr frístundalóð í íbúðarlóð til samræmis við óskir lóðarhafa. Sé þess nokkur kostur og tefji það málið, enda mun að öðrum kosti umrædd lóð standa stök sem frístundalóð og að mati nefndarinnar fer betur á því að íbúðarsvæðið skapi heildstæðari mynd með umræddri lóð sem íbúðarlóð. Skipulagsnefnd lagði til við bæjarstjórn samþykki að framleiða tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna Birkilundar til kynningar og vinnslustigi í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 eftir attökum með framangreindri breytingu og orðið laust undir lið 13. Ragnar Ingi. Já, gerðu svo vel. Ragnar Ingi Sigurðsson, vingur á hundi. Ragnar vikið að fundi. Ragnar Ingi, orðið enn laust undir lið 13. Enginn kveður þessu ljós. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá koma lið 14, Birkilundur, deiliskipulag. Lögð hér fram tillöga að nýju deiliskipulagi fyrir Birkilund. Í gildi er deiliskipulag fyrir Birkilund frá 1984 sem tók gildi árið 1987. Samkvæmt því er gert ráð fyrir 44 lóðum fyrir frístundahús en engin skilmálar fylgja því skipulagi. Árið 2002 var unnin breytingatillaga á deiliskipulaginu sem fól í sér heildarendurskoðun og fjölgun lóða. Tillagan var auglýst og samþykkt í sveitarstjórn en tók aldrei lögformlega gildi þar sem hún var ekki auglýst í B-deild stjórnartíðenda. Árið 2006 var að nýju unnin tillaga að deiliskipulagsbreytingu sem byggði á tillögunum frá 2002. Í þeirri tillögu var frístundabyggðin stækkuð tæpa 5 hektara, íbúðarlóðum fjölgað 2 og 11 frístundalóðum breytt í íbúðarlóðir. Jafnframt voru byggingarreitir, skilgreindir og skilmálar uppfærðir. Þó að sú tillaga hafi verið notuð til grundvallar veitingu byggingarleyfa í gegnum tíðina öðlaðist hún aldrei lögformlegt gildi. Markmið deiliskipulagsins er að setja fram skilmála og hnitfesta uppdrátt sem er í samræmi við reglugerðir og lög á grunni þeirra skipulagsáætlana sem unnar hafi verið, en deiliskipulagið byggir þó að mestu leyti á deiliskipulagstillögunni frá 2006. Innan deiliskipulagssvæðisins eru skilgreindar 40 frístundalóðir sem eru nú þegar stofnaðar nema Birkilundur 16a og búið er að byggja á sumum lóðum. Á norðanverðu svæðinu eru skilgreindar 15 íbúðarlóðir sem nú þegar eru stofnaðar og byggðar. Allar nema Birkilundur 35, 40a, 50a og 50b. Einnig er gert ráð fyrir stórri lóð,
fyrir útileguhús að austanverðu skipulagssvæðisins. Lóðirnar eru á bilinu 3.025 fermetrar til 27.249 fermetrar að stærð en flestar eru 5.000 fermetrar. Á 21. fundi sínum taldi skipulagsnefnd á grunni 3. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga ekki forsendur til gerðar einstakra skipulagslýsingar vegna fyrirhugaðs deiliskipulags og lagði því til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu til kynningar og umsagnar á vinnslustigi í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010 eftir atvikum með áorðnum breytingum á aðalskipulagstillögu. Bæjar á samþykkt á 21. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar og orðið er laust undir lið 14. Og engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða og Ragnar Ingi vék af fundi undir þessu lið. Þá kom að lið 15 og Ragnar Ingi kemur inn á fundin aftur. Þá komum við að lið 15, Vigraholt, Sauðra 9, aðalskipulagsbreyting og nýtt deiliskipulag. Lögð er fram tillaga breytingu á aðalskipulagi ásamt umhverfisskýrslu og viðbrögðum við athugasemdum, en tillagan var kynnt á vinnslustigi samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga frá 1. mars til 15. mars 2024 í skipulagsgátt. Aðalskipulagsbreytingin felst í breytingu á landnotkun úr frístundabyggð og landbúnaðarlandi í frístundabyggð, íbúðabyggð og verslun og þjónustu og færslu á mörkum landnotkunarreita samkvæmt því. Skipulagsnefnd lagði á 21. fundi sínum til við bæjarstjórn að framlögð tillaga að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna Vigraholts verði samþykkt í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar sömu laga að undangenginni samþykkt skipulagsstofnunar. Bæjar á samþykkt á 21. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar og orðið er laust undir lið 15. Engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 16. Vigraholt, Sauðra 9 deiliskipulag. Lagður fram til afgreiðslu á vinnslustigi deiliskipulagsuppdráttur ásamt deiliskipulagsgreinargerð, skýringar uppdrætti deiliskipulags og umhverfisskýrslu, en skipulagslýsing var kynnt frá 7. nóvember til 5. desember 2023 í skipulagsgátt. Meginmarkmið nýs deiliskipulags er að þróa frístundabyggð með tilheyrandi þjónustu og íbúðarhúsnæði fyrir starfsfólk. Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir allt að 33 frístundahúsum, 10 íbúðarhúsum, hóteli með baðlóni, veitingahúsi og handverksbrugghúsi. Frístandandi hótelherbergi verði í smáhýsum á þjónustusvæði tengdu hótelinu. Skipulagsnefnd lagði á 21. fundi sínum til við bæjarstjórn að samþykkja deiliskipulagstillögu til kynningar og umsagnar í samræmi við 40. grein skipulagslaga númer 123/2010. Nefndin fól skipulagsfulltrúa umboð til að gera minniháttar breytingar á tillögunni til að koma til móts við mögulegar umsagnir á vinnslustigi og í framhaldinu að auglýsa deiliskipulagstillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 samhliða aðalskipulagsbreytingunni. En ef veigamiklar efnismiklar athugasemdir verði gerðar við tillöguna á vinnslustigi að mati skipulagsfulltrúa sem kallar á verulegar breytingar á tillögunni skal hún lögð að nýju til afgreiðslu í skipulagsnefnd áður en tillagan er auglýst. Bæjar á samþykkt á 21. fundi sínum að afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar og orðið er laust undir lið 16. Engin kveðsjuljós. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 17 umsóknum byggingarleyfi Jónsnes vilyrði til gerðar deiliskipulags. Lögðu fram umsókn byggingarleyfi fyrir 523 fermetra frístundahús á einni hæð og kjallara í landi Jónsnes í eyju eða hólma sem kallast Nónnes.
Húsið verður á staðsteyptum sökklum, burðargrind veggja og þaks verður timbur, klætt að utan með timburklæðningu. Þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag fyrir svæðið, vísaði byggingafulltrúi erindinu til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd tók á 21. fundi sínum jákvætt í fyrirliggjandi byggingaráform, en sá sér ekki fært á þessum tímapunkti að veita jákvætt vilyrði fyrir samþykki byggingarleyfis, enda bera teikninga með sér að gera þurfi grein fyrir nýrri aðkomuleið upp í eyjuna sem og öðrum nauðsynlegum upplýsingum. Bendi nefndi meðal annars á að samkvæmt grein 53214 í skipulagsreglugerð skal ekki reisa mannvirki á svæðum utan þéttbýlis nær vötnum, ám eða sjó en 50 metra og því þarf aðlaga staðsetningu byggingarreits og eyjunni til samræmis við ákvæðið. Skipulagsnefnd tekur hins vegar jákvætt í það að veita landeiganda heimild til skipulagsgerðar samkvæmt 2. málsgrein 38. greinar skipulagslaga og á þeim grunni hvetur skipulagsnefnd landeiganda til þess að óska eftir því við sveitarfélagið að hann fái heimild til þess að vinna sjálfur að gerð deiliskipulags í landi Jónsnes. En í því felst að landeigandi skal þá taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu samanber 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga og skal hún vera lögð fyrir skipulagsnefnd og sama tíma og beiðni heimild til að vinna tillögu á deiliskipulagi. Skoða þarf sérstaklega hvort umrætt deiliskipulag með fyrirhugum áformum kalli á aðalskipulagsbreytingu. Bæjar samþykkti á 21. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði afgreiðslunni til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 17. Engin kveðslu hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hver eru samþykkið því? Og það samþykkt samlega. Ragnar Már yfirgefur fundinn. Undir lið 18. Þá hefur Ragnar Már vikið að fundi. Liður 18, Hólar 5a, breyting á aðskipulagi og nýtt deiliskipulag. Lögðu fram til umræðu drög að skipulagsuppdrætti fyrir Hóla 5a ásamt öðrum gögnum málsins. Þá lögð fram skipulagslýsing fyrir breytingu á aðskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2024 vegna breyttra landnotkunar á hluta Hóla 5a í landi Hóla. Fyrirhuguð aðskipulagsbreyting tekur til Hóla 5a sem er 3,2 hektara svæði sem var stofnað úr landi Hóla og felst í breytingu á landbúnaðarsvæði í frístunda- og íbúðarsvæði. Samhliða fyrirhugaðri aðskipulagsbreytingu verður unnið nýtt deiliskipulag fyrir Hóla 5a. Lóðin Hólar 5a liggur norðvestan við húsakost jarðarinnar Hóla og lóðin er skilgreind sem landbúnaðarland en stór hluti Hóla 5a þykir ekki góður til ræktunar þar sem klöpp stendur víða upp á landinu. Á Hólum 5a er fyrirhugað að reisa 3 sumarhús alls að 140 fermetrum hvert hús og 1 einbýlishús allt að 250 fermetrum að stærð. Í deiliskipulagi fyrir svæði verður gert ráð fyrir 4 lóðum. Skipulagsnefnd tók á 21. fundi sínum jákvætt í fyrirliggjandi drög að deiliskipulagsuppdrætti og skipulagsnefnd samþykkti samhljóða að leggja til við bæjarstjórn að auglýsa skipulagslýsingu vegna breytinga á aðskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2024 í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjar samþykkti á 21. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 18. Engin kveðslu hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða og Ragnar Már vika fundi undir þessum lið. Ragnar má þá koma inn aftur. Ekki? Og Ragnar Már komið inn á fundin aftur. Og það komið lið 19. Umsókn framkvæmdaheimild fyrir borun á hitastigshólum í Jónsnesi. Lögð fram umsókn framkvæmdaheimild frá Jónsnesi EHF fyrir borun á hitastigshólum í landi Jónsnes. Framkvæmdin felst í að bora 2 til 3 grunnar 60 til 100 metrar tilraunahólur í landi Jónsnes. Með umsókninni fylgdi loftmynd þar sem hnituð staðsetning tilraunaborholuna er sýnd og stutt grein gerð fyrir framkvæmdinni. Bæjarstjórinn leggur til við bæjarstjórn að samþykkja í samræmi við fyrirliggjandi gögn að umrædd framkvæmd sé ekki háð framkvæmdaleyfi samanber 4. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi númer 772 frá 2012
Með þeim tilmælum að öllu raski sé haldið í lágmarki og öllu ummerki eftir framkvæmdina verði afmáð ásamt því árætt að sé að til frekari vinnslu við borholu kemur getur svo framkvæmdir háðar framkvæmda leyfi og verði breyting og framkvæmd skal afla samþykkis við breytingunni. Orðið er laust undir lið 19. Engin kveðsljós. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 20. Ársreikningur sveitarfélagsins Stykkishólms 2023. Hér er lagður fram ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Fyrirgeðu. Ætlaðu að taka fundalið núna? Ætlaðu að taka fundalið? Þá tek ég bara fundalið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu, þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði,
í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins,
ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying.
Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira á lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri á. Jæja, þá lýkur þessu fundarliði sem við tókum til að vera á þeim tíma sem var auglýstur fyrir fund ársreikninga sveitarfélagsins Stykkishólms, sem 20. liður á þessum fundi. Ársreikningur sveitarfélagsins Stykkishólms 2023, hann lagður hér fram. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum að vísa ársreikningi sveitarfélagsins Stykkishólms 2023 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Hann lagður hér fram til fyrri umræðu ársreikningur sveitarfélagsins Stykkishólms og stofnana hans fyrir árið 2023. Ársreikningar sveitarfélagsins Stykkishólms gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga og reglugerð bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytis sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Bæjarstjórn gerir nú grein fyrir helstu atriði ársreiknings sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2023. Gerðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti, ég mun hér greina í svona stuttum máli frá árinu 2023, svona í svona víðu samhengi og svona frá því helsta sem bara koma og draga svona saman í lokin helstu tölur ársreiknings sveitarfélagsins, en síðan mun endurskoðandi af vegum KPMG gera síðan ítarlegri grein fyrir ársreikningi og sveitarfélagsins 2023 í kjölfar þessa ávarps hér.
En kannski til þess að byrja á þessu, árið 2023 var viðburðaríkt eins og þið þekkið í starfsemi sveitarfélagsins og í sveitarfélaginu almennt og margt áunnist á árinu. En það sem kannski er sérstaklega þennan ársinning hér er þetta er annar ársinningur þessa sveitarfélags, það er að segja frá stofnun þess á árinu 2022 og fyrsti ársinningur sveitarfélagsins sem nær yfir heilt ár. En eins og þið munið þá hófst sameiningarferli Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar í lok árs 2021 og upp af árs 2022 lagði samstarfsnefndur sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar fram álit og forsendur og síðan var haldin íbúakosning í báðum sveitarfélögum 27. mars 2022 og ný bæjarstjórn og nýtt sveitarfélag var svo stofnað í maí 2022. Og ársynningur sá sem hér liggur fyrir ber með sér áhrif þessara sameiningar ennþá í svona víðum skilningi og svo sem það sem helst ber þá er það sameiningaframlagi sem fylgdi þá sameiningunni. En auðvitað var þessi niðurstaða á sameiningunni ánægjuleg og sterkari saman var fyrirsögnin á kynningarefni samstarfsnefndar fyrir sameiningarkosningarnar og það er í rauninni gefandi að sjá þann áþreifanlegan afrakstur þegar vinnurinn gerðist í hinu sameinaða sveitarfélagi. Bæjarstjórn sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar sem það hét þá samþykkti nýtt nafn sveitarfélagsins í lok janúar 2023. Til upprifjunar þá var haldin hugmyndasamkeppni þar sem öllum var gefinn kostur á að senda hugmyndir að nafni sveitarfélagsins. Alls bárust 73 tillögur. Bæjarstjórn samþykkti að senda 8 álitlega tillögur til umsagnar örnefnanefndar. Af þeim nöfnum sem örnefnanefnd fékk til umsagnar taldi nefndin nöfnin Þórsnesþing, Stykkishólmsbær, sveitarfélag Stykkishólmur falla best að nafngifta hefð í landinu og á fundi bæjarstjórnar 27. janúar á síðasta ári var þá nafnið sveitarfélag Stykkishólmur samþykkt. Einnig lagði samstarfsnefnd sameiningu sveitarfélagana áherslu á það í sameiningarferlinu að sett yrði á fót sérstakt dreifbýlisráð til að tryggja áhrif íbúa í dreifbýli og stjórnsýslu sameinaðs sveitarfélags og koma þannig til móts við hugsanlegar áhyggjur íbúa í dreifbýlinu. Og þetta var gert með breytingum á samþykkt og stjórn sveitarfélagsins strax í ágúst 2022 í kjölfar upphafsnýs kjörtímabils og kjölfar sameiningarinnar. En hins vegar var svolítið langsótt af hálfu þá ráðuneytisins að fá að fara í þessa kosningu en hún fór að loksins þá fram þarna dagana 9. og 23. september 2023 í félagsheimilinu Skildi í Helgafellssveit og hefur nú verið skipað og hefur tekið til starfa. En ef ég fer svona yfir nokkur atriði sem gerðust á árinu og kannski byrjum á framkvæmdum. Kannski fyrst á þetta. Hundagarðurinn Stellulundur opnaði 16. júní 2023 en töluverðar umræður höfðu átt sér stað í aðdraganda þess og mikil vinna við að vinna heppilega staðsetningu. Niðurstaðan var stór, skjólsæll og fagur gróinn garður rétt við bæinn. Og hér sjáum við mynd af ánægðum þjónustu notanda við garðinn, hlið garðsins. Breytingar á flokkun og endurvinnslu voru kynntar í lok árs 2022. Notkun 4. tunnu hófst í þá 21. desember 2022 og var sveitarfélag á meðal þeirra fyrstu í þeirri innleiðingu. Eins og við var að búast gekk innleiðingin vel enda hafa íbúar árabil verið öðrundi fyrirmyndar í sorpflokkun. En við vorum að vinna á árinu 2023 að frekari aðlögun að þessu verkefni
og meðal annars voru settir þessir grendagámar sem við sjáum hér upp á slæðinni á 3 stöðum í þéttbýlinu, þá í Stykkishólmi, og gámarnir eru staðsettir við Skúlagötu, Lágholt og Búðanes og í þá má skila endurvinnslu málmum, litlum og hreinum málmhlutum eins og niðurstöðudósum, krukkulokum, spritkertakoppum, gleri, hreinum ílátum og flöskur úr gleri og textil eins og fatnaði línu og efnisbútum. Ráðist var í framkvæmdir í Súgandaseli en eins og þekkt hefur sveitarfélagið fengið rausnarlega styrki úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til framkvæmda í eyjunni. Var að ræða vinnu við handrið og áningarstaði klofi sunnan við stöngina við eyjuna. Og þið sjáu hér á myndunum vinstra megin hönnuna eins og hún var kynnt í hönnunarsamkeppninni á sínu tíma og svo á hægra megin verið að setja upp handriðið á síðasta ári. En verkefnið er stórt og umfangsmikil og mikil hönnunarvinna baki. En þetta bogdregna handrið austan megin á eyjunni gefur fólki meðan annars kost á því að skoða stöngina, bergdrangan, sem að ríkið gerði reyndar ekki sérstaka kröfu í, með sinni kröfulýsingu og stendur hann austan við eyjuna, þá betur. Framkvæmdinni liður því að dreifa álag á eyjuna þegar margir sækja hana á sama tíma og leið auka öryggi gesta. Sveitarfélagið hefur sýnt það hefur ríka metnað til þess að efla þjónustu við eldra fólk í sveitarfélaginu og ef við svona fer yfir söguna í svona stuttum máli þá byrjuðum við á nokkrum aðgerðum á síðasta kjörtímabili, tengstum þá áherslum bæjarstjórnar á að bæta þjónustu við eldra fólk. Það var í upphafi kjörtímabils var ráðið í starf tómstund og æskulýðsfulltrúa með sérstaka áherslu á tómstundir eldra fólks. Heilsuefling eldri borgara, 60 ára eldri, hóf göngu sína haustið 2018 undir styrkri stjórn öflugs fólks sem stýrir og heldur utan það verkefni að miklu metnaði og sýnt ákveðna forystu í þessum efnum á landsvísu. Það var útfært með nýjum hætti hvernig við getum boðið íbúum 60 ára eldri í sveitarfélaginu Frítt í Sund. Það var færið framkvæmdir við skólastíg 14 bæði á utanverðu og bílastæði gatnaframkvæmdir og frágang á lóð. Svo við rifið það upp og bættum aðgengi og hófum síðan á síðasta kjörtímabili að endurnýja búseturétta íbúðir og síðan hófum við akstursþjónustu eldri borgara og margt fleira. En árið 2021 skipaði bæjarstjórn jafnframt starfshóp til að ramma inn þessa stefnu sveitarfélagsins í málefnum 60 ára eldri. Og starfshópurinn skilaði af sér skýrslu á vormánuðum 2022 og í skýrslu starfshópsins var sett fram þessi heildstæða stefna með 45 aðgerðum og þeirri stefnu vinnur sveitarfélag eftir í dag og eru hátt í 30 af þeim tillögum í vinnslu eða lokið. Og meðal þeirra tillagna sem að lagðar voru fram í þessar skýrslu var að stofnuð yrði þessi félags- og þjónustumiðstöð fyrir aldrað fólk, svona eins konar hjarta öldrunarþjónustu í sveitarfélaginu og á þeim grunni var miðstöð öldrunarþjónustu stofnuð á árinu 2023. Og þessi miðstöð öldrunarþjónustu á skólastíg 14 hóf rekstur sinn 1. ágúst 2023 þó svo að venjubundi starfsemi hafi kannski ekki hafist fyrir í svona september samhliða flutningi hjúkrunarheimilisins að Austurgötu 7 en föstudaginn 15. september 2023 flutti starfsemi hjúkrunarheimilisins frá skólastíg 14 í nýju uppgert og glæsilegt hjúkrunarheimili að Austurgötu 7. Í Höfðaborg er einnig stafrænt mötuneyti sem eldar fyrir eldri borgara og grunnskólan og sem áður var staðsett á Austurgötu 7. Nú í kjölfar flutnings hjúkrunarheimilisins var unnið að breytingum á eldhúsinu á skólastíg og uppförslu á búnaði.
Svo vinna rauninni enn í gangi en við erum nú meðal annars að bæta kælaaðstöðu á staðnum og framundan eru metnaðarfullar framkvæmdir við fyrsta áfanga að uppbyggingu til bættrar aðstöðu í Höfðaborg þar sem byrja verður á jarðhæð, eða fyrstu hæð. Að loknum framkvæmdum til að mynda stefnt að því að félagsaðstaða Aftanskin, félags eldri borgara, færist úr setrinu í endurbætta aðstöðu í Höfðaborg og þetta náttúrulega einn liður í því að glæða húsið lífi á ný og með tilfærslunum myndast rými í setrinu fyrir félagsmiðstöðina Exið sem nú til húsa í gamla skólastjórabústaðnum en heldur þröngt félagsmiðstöðina þar. Sunnudaginn 8. október 2023 var svo formlega opnun á miðstöð öldrunarþjónustu og bauð miðstöð öldrunarþjónustu í tilefni til grillveislu að Skólastíg 14 og í þessari grillveislu var nafnasamkeppni fyrir miðstöðina sett í loftið sem stóð opin í viku, gafst þá fólki, íbúum og öðrum áhugasömmum kostur á að leggja fram tillögur að nöfnum. Í kjölfarið tók þar til gerð nefnd við boltanum og valdi úr 5 álitslegustu tillögurnar og efndi til kosninga til þeirra á milli. Og nöfn þeirra sem fólki bauðst að kjósa svona til uppröfunar og til gamans, það var Klöpp og það var vísað í húsin sem voru rifin þegar núverandi hús var byggt. Íðan, það vísaði til fólk sem hefur gengið gegnum Öldusjá á lífsleiðinni. Setan vísar í félagsmiðstöðina Exið, setan kemur á eftir Exinu. Stöðlaberg vísar til stöðuleika og öryggis og svo loks Höfðaborg, þar sem húsið stendur upp á Höfða með útsýni til allra átta. Þáttaka í kosningunni á nafninu var mjög góð en rúmlega 500 manns tóku þátt í kosningunni. En það nafn sem var hlutskarpart eins og þið þekkið var Höfðaborg sem hlaut 62% atkvæða en atkvæði skiptust nokkuð jafnt milli hinna fjögurra eða svona milli 5 og 15% atkvæði hvert sig. Þannig að niðurstaðan var nokkuð afgerandi. Og þessi niðurstaða var tilkynnt á opnum viðburði á Höfðaborg miðvikudaginn 1. nóvember og var það Pálína Guðný Þorvarðardóttir sem átti tillöguna nafninu og var hún sérstaklega heiðruð fyrir. En öll þessi upptalning hér sýnir kannski fyrst og fremst að sveitarfélagið hefur ríka metnað til þess að bjóða upp á góða þjónustu fyrir eldra fólk í sveitarfélaginu. Miðvikudaginn 27. september 2023 var verksamningur vegna Víkurhverfis undirritaður. Samningsaðilar eru sveitarfélagið Stykkishólmur, Veitur, Míla, Rarik sem eru verkkaupara og verktakinn BB & Synir. En BB & Synir var eina fyrirtæki sem bauð í verkið. Samningaviðræður tóku sinn tíma en fyrsta tilboðið var hafnað enda 30% yfir kostnaðaráætlun og á grundvelli viðræðna lagði BB aftur fram endurskoðað tilboð sem var 15% eða 16% yfir kostnaðaráætlun og því var jafnframt hafnað en viðræður aðila leiddu til þess að BB lagði fram nýtt tilboð sem var 5,4% yfir kostnaðaráætlun og gengust allir verkkaupar við því. Verkið felur í sig jarðvinnu við götur í hinu fyrirhugaða Víkurhverfi sem að gengur ágætlega. Ásamt lagningu frárenslis, vatns, hitaveitu og fjarskiptalagna og annars jarðvinnu við rafmagnslagnir. Verklok eru áætluð í júní á þessu ári. En grunnur að uppbyggingu í Víkurhverfi meðal annars að stuðla að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í samvinnu við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og innviðaráðuneyti í samræmi við þá þörf sem metin fyrir íbúðir og húsnæðisáætlun sveitarfélagsins og almenna eftirspurn á markaðnum hér og skort á framboði af vissum tegundum íbúðarhúsnæðis eins og parhúsa. Endurbætur og leikskólalóð voru gerðar á árinu 2023 en gengið var frá lóðinni við nýja viðbyggingu leikskólan sem ætluð yngstu börnunum. Lóðin sem sagt fyrir fram að viðbyggingunum við leikskólan sem var tekin í notkun 2022 vorið, ef ég man rétt, eða haustið 2022
En það var talin nauðsynlegt að meta að mæta þörf sem að var fyrir hendi, en þegar við tókum þetta húsnæði í notkun 2022 var þannig staðan að aldrei hafði verið svo mörg börn í skólanum síðan að flutti úr húsnæði Sankti Fransisku spítala og niður að Búðunarsvegi. Eða 92 börn ef ég man rétt. En eins og við sjáum á myndunum hér, á slæðunni á lóðinni fagur grænt gervigras í bland við gúmmíhellur og ný og spennandi leiktæki. Gróður á svæðinu var tekin upp og girðing færð út af gangstétt svo að hægt var að nýta svæðið betur undir leik og starf. Nú það voru ýmis önnur framkvæmdaverkefni á þessu ári og það er næg að taka en auk þess sem hér hefur verið talið upp, er kannski rétt að nefna stígagerð, leddvæðingu ljósastöðra, endurbætur á gangstéttum, endurbætur á búseturíbúðum, síðan var farið í fyrsta áfanga og kláraður fyrsta áfangi í fráveitumframkvæmdum í Maðkavík og síðan bætt aðstaða við körfuknattleiksvöll í skólalóðina eða milli stúku og körfubollavallar að rampi, meðal annars til þess að meðal annars vegna öryggismála, til þess að tryggja greiða aðkomu að íþróttahúsi í gegnum ramp og þetta var meðal annars í tengslum við þær áhyggjumanna sem menn höfðu af við því mótið 50 ára og eldri í Stykkishólmi. Nú á árinu 2023 var henni skýrsla tillögum styrkingu leikskólastarfs í Stykkishólmi. Var það liður í að styrkja leikskólann, bæta starfsaðstæður og skapa aukinn skilning og samstöðu milli mikilvægi fyrsta skólastigsins og virðingu fyrir því. Markmiðið þó að leita allra leiða til að laða að fleira fagmennta fólk að leikskólanum sem og styðja ófaglegt starfsfólk til menntunar. Sveitarfélagið fékk til lið við sig í þessari vinnu Önnu Magneu Hreinsdóttur, aðjúnkt við Háskóla Íslands, til að vinna skýrslu styrkingu leikskólastigsins í sveitarfélaginu ásamt aðgerðaáætlun. Og var haldinn samráðsfundur styrkingu leikskólans í ágúst 2023. Fundurinn var opinn og öllum og þannig gafst öllum tækifæri til þess að leggja hönd á plóg eða koma sínum skoðunum á framfæri. En svona í stuttu máli kemur fram í skýrslunni að brýnt sé að finna leiðir til að laða fleiri fagmennta leikskólakennara að leikskólanum. Það er meðal hugmynda sem ræddar hafa verið í þeim efnum en aukin samræming vinnutíma og leyfa stigunum tveimur sem og að bæta aðstöðu. Skapa starfsfólki leikskólans auki svigrúm til faglegar samvinnu, til þess með fjölgun starfsdaga og þá er áreiðandi að skólastefna sé virk og henni sé fylgt eftir. Og einhvað af þessum aðgerðum hafa verið hrint í framkvæmd. En í tengslum þá við þessa vinnu sveitarfélagsins styrkingu leikskólans í Stykkishólmi samþykkti bæjarstjórn tillögu skólafræðslunefndar að á síðasta skólaári, á þessu skólaári, að Steinsskólanum lokað þá 22. og 2. janúar, það var þá 2023, 22. desember 2023 og 2. janúar 2024 og foreldrar beðnir að skrá sig sérstaklega en að samaskapi og sama grunni var samþykkt að gefa foreldrum leikskólabarna tækifæri til þess að fá niðurfelld leikskólagjöld fyrir desembermánuð gegn því að velja 2 af þeim leiðum sem voru í boði og þá var val þessar 2 leiðir, leið 1 og leið 2 og voru þá gjöld sem sagt felld niður heilan mánuð og með valum þá að börnin sé þá frá leikskóla í 8 eða 10 daga á þá árinu 2024 eftir hvor leiðin er valin. Og þetta gafst vel til og var mjög góð skráning í.
En það voru fjölmörg verkefni sett á fót á árinu 2023. Í apríl 2023 var sett á fót tilraunaverkefni til að ná til þeirra sem nota ekki tölvur. Fram hafði komið ákall að bæta þurfi upplýsingaflæði til þessa hóps. Margir upplifðu sig ómeðvitað hvað í gangi í samfélaginu og fullt þörf að bregðast við. Sem svarið þessu ákalli var ákveðið í samráði við Aftanskinn, félag eldri borgara, að setja af stað tilraunaverkefni sem unnið í Ráðhúsinu. En mánaðarlega sem sagt gefið út lítið prentrit sem hefur að geyma allar helstu fréttir af vefsíðu sveitarfélagsins. Síðan þá hafa 12 tölublöð af helstu fréttum verið gefin út. Í mars 2023 kom Almar Möller, landlæknir í Stykkishólmi, og ritaði fyrir hönd embættisins undir samning við sveitarfélagið þátttöku þess í verkefninu Heilsueflandi samfélag. Og í júní komu aðilar frá Römpum upp Ísland í Hólminn og bættu aðgengi hjá nokkrum þjónustuaðilum hér í bæ. En auðvitað þetta bara brotað þeim fjölmörgu áhugaverðum og mikilvægu verkefnum sem voru fram á árinu 2023. Nú í febrúarmánuði á síðasta árið óskaði sveitarstjórn Eyja og Miklaholtshrepp eftir formlegum viðræðum við sveitarfélagið að veita börnum með lögheimili Eyja og Miklaholtshrepp skólaþjónustu. Það leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Í ljósi þess að tilstæði að loka Laugagerðisskóla sökum þess hve þungur rekstrarkostnaður væri og var skrifað undir samning þess efnis í maí 2023. Nú í nægu var að snúast í skipulagsmálum eins og vant hjá sveitarfélaginu. Deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið við Skipavík tók gildi með birtingu auglýsingar í B-deild 14. 2. október 2023. Nú töluverður áhugi var fyrir þessu skipulagi sem endurspeglast í meðal annars góðri mætingu á íbúafundi og umræðum. Opnir kynningafundir voru haldnir uppbyggingu í Vigraholti og Þingskólanesi. Nú ef við talum svona hvað var sem tengt þá 2023 og 2024, þá framundan gerð nýs aðalskipulags fyrir sveitarfélagið, aðalskipulagsbreytingar fyrir stækkun og athafnasvæði beggja vegna flugvallar, ásamt deiliskipulag fyrir Kallamar og Hamraenda, en þetta hefur verið í vinnu í dágóðan tíma. Hafist var handa við skipulag við Ágústsonsreit á árun 2024 var lýsing samþykkt til auglýsingar núna í upphaf árs 2024 og síðan framundan vinna við gerð nýs aðalskipulags heildstætt fyrir sveitarfélagið. Þannig að það margt á döfunni í skipulagsmálum og þetta kannski bara nokkrir þættir og fyrir á þessu fundi voru til að mynda samþykkt önnur skipulagsmál sem eru áhugaverð. En inn í þessum tillögum hér sem ég hef nefnt eru til að mynda 2 metnaðarfull áform hótelbyggingar. Nú í árabbi mínu ásetning síðast árs nefndi ég 3 hagsmunamál gagnvart ríkinu sem voru að þokast áfram. Það var uppbygging Skógarstrandarvegar. Við vorum að óska eftir nýju skipi til að hafa siglingar við Baldur og síðan samkomulag sveitarfélagsins og heilbrigðisráðuneytisins yfirfærslu og rekstri hjúkrunarrýma dvalarheimilisins til heilbrigðisstofnunar sem tók við reksturinn 1. júní 2022 og það ávallt tilefni til nýs ánægju sinni þegar áherslumál sveitarfélagsins gagnvart ríkinu þokast áfram og tillögur eða kröfur fá framgöngu. Nú eins og þið þekkið þá hófust framkvæmd yfir í Skógarstrandarveginn í mars 2022 og það fól í sér umfangsmikla uppbyggingu 2 brúa yfir Skraumu og Dunká ásamt endurbyggingu 5,4 km vegkafla. Þetta sem sagt að þokast í rétta átt en staðan þannig núna að Vegagerðin að skoða möguleika þess að þvera Álftafjörðinn. Liggja fyrir í þeim tilefnum 10 tillögur að þverum fjarðarins sem í vinnslu og ég bind mikla vonir við það við áframhaldi framgang þessa verkefnis í þeirri vinnu sem nú fer fram á vegum Alþingis við endurskoðun eða frágang samgönguáætlunar, sérstaklega varðandi uppbyggingu vegframkvæmda innan sveitarfélagsins. En nýr Baldur lagðist á höfn í Stykkishólmi í nóvember 2023 og ferjan tekur 250 farþega og rúma 5 stóra flutningabíla og hún töluverð búbót frá því sem áður var og síðan eins og ég áður sagði var nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili tók það til starfa á síðasta ári
og síðan erum við að kalla á eftir endurbótum á vegsamgöngum almennt á Vesturlandi og þá er Snæfellsnesvegur nr. 54 aðal áhersla í þeim efnum sem nær þá frá Borgarnesi og út fyrir eða yfir í Ólafsvík og síðan niður í Dalinn. En þetta eru allt mikilvæg verkefni og er nóg af þeim. En þetta var viðburðaríkt ár og ýmsir viðburðir og sem að heimamenn eru farnir að þekkja og þetta eru viðburðin svona einhverjir af þeim sem haldnir voru á síðasta ári. Kokteilhátíðin var haldin í apríl. Þar keppa helstu barir og veitingastæðir að blanda besta kokteilinn. Háskóli Íslands var haldin í íþróttamiðstöðinni Stykkishólmi í maí. Þar eru þær meira megin áherslur að kynna vísindi á lifandi og fjölbreyttan hátt fyrir ungu fólki, styðja við starf grunnskólana og efla tengsl landsmanna á öllum aldri. Danskir dagar voru haldnir samhliða landsmóti Ungmennasambands Íslands 50 ára og eldri í Stykkishólmi dagana 23. til 25. júní og að samtvinna þessa viðburði gekk bara mjög vel og ekki annað að heyra en mikil ánægja hafi verið hjá fólki. Júlíana hátíðsögubóka var sett formlega á opnunarhátíð í Stykkishólmskirkju en hátíðin var haldin í 10. sinn á árinu 2023. Karlakór Akureyrar Geysir hélt tónleika í Stykkishólmskirkju í mars, heilsudagur í Hólmunu var haldnir í september, óskahelgi í Hólmunu fór fram í október, hrekkjavakan í október og aðventan í Stykkishólmi ört vaxandi hér í Stykkishólmi og fjöldi fólks sem sækir Hólminn heim til að koma sér í jólaskap. Og þá að því sem að hér er til umræðu, ársreikningur 2023 og svona í örstuttum málum má segja að reksturinn styrkist milli ára en mér finnst alltaf gott svona í sögulegu samhengi að rýna svona forsöguna þegar maður er að horfa á þennan skurðpunkt árið 2023 því allt hefur þetta áhrif á hvort annað og hér á slæðunni má sjá sögulegt yfirlit yfir rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins frá 2006 til 2022 og þarna sjáum við til að mynda áætlun 2023 sem að gera ráð fyrir 60 milljóna króna hagnaði en eins og við vitið í niðurstöðum og mun skýrast það eftir þá var ekki þessi 60 milljóna króna hagnaður af rekstri í ársreikningi 2023 og skýrist það að tveimur þáttum aðalega og ég mun fara betur yfir það á eftir. En þetta gefur svona einhverja mynd á því á stöðunni svona í sögulegu samhengi. Aftur sögulegt yfirlit yfir rekstrarniðurstöðu uppreiknaða miðað við tekjur sveitarfélagsins og hér má glögglega sjá hvernig hérna við komumst á þann stað sem við erum í dag og þetta eru náttúrulega eins og ég segja á þessari öld eru þetta 3 viðburðir sem að hafa leikið sveitarfélagið illa, það er hrunið á skilinni, fólksfækkun, efnahagshrunið og síðan COVID sem að skall svona mjög hart á okkur. Þetta var mikill tekjumissir á árun 2020 vegna þess faraldurs og var meira hér heldur en öðrum sveitarfélögum nema örfáum á landinu sem eru með sterka ferðaþjónustu. Aftur þá er hér sögulegt yfirlit yfir lántökur sveitarfélagsins á árun 2006 til 2023 ásamt á áætlunum en hér þetta er þá bara það er tölur sem lágu fyrir á þeim tíma en hins vegar ef við uppfjörðum þær til þess að taka með þá að tekjum sveitarfélagsins 2023 þá má svona sjá að hvar megin þungin af lántöku sveitarfélaganna hafa legið á hvað árum og ef maður tekur frá árið 2020 og þá má sjá að megin þungin hefur verið þann 2006, 7, 8, 12, 17, 18 og síðan 20 og auðvitað hefur þetta áhrif á núverandi skuldarstöðu sveitarfélagsins eðli málsins samkvæmt. Hérna má sjá svo lántökur og fjárfestingar frá 2006 til 2023 uppreiknað með tekjur og hér má sjá á þessar neðri súlu, neðri línu sést að fjárfestingar hafa verið, lántökur eru þetta efri línunni, ef svo má segja,
og lántökur eru sem sagt umfram fjárfestingar sem sýnir þá að reksturinn á ekki skila nægum afgangi til þess að standa undir fjárfestingum. Svona í stórum dráttum. En þetta er sagan. Að stóru hluta til ástæðan fyrir því hvar við erum stödd í dag. En rekstrartekjur samkvæmt ársreikningi fyrir A og B hluta námu 2,4 milljörðum og þar að námu rekstrartekjur A hluta 2,2. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliðir var jákvæð 283 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda var jákvæð 179 milljónir. En rekstrarniðurstaða A og B hluta var eins og neikvæð 40 milljónir króna. En fjárhagsáætlun með viðaukum hafi gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 63 milljónir króna. Eins og ég nefndi áðan og þegar ég fór yfir þá slæðu og skýrist það svona í einföldustu mynd kannski á tveimur þáttum og tveimur frávikum frá áætlun, annars vegar í fræðslumálum og hins vegar vegna viðbóta framlags brúar lífeyrissjóðs og má segja að fræðslumálum hafi 40 milljónir og hitt kringu 60 og þetta er 100 milljónir sem skýrir þá þessa sveiflu svona í sinni einföldustu mynd. Rekstrartekjur A og B hluta jukust 7% milli ára, rekstrargjöld jukust 6% og eru 8% hærri en áætlun við viðaukum að gert ráð fyrir. Og veltufjár rekstri nam á árinu 2023 307 milljónum, samanborið við 244 milljónir árið áður. Handbært 98 milljónir, fjárfestingarhreyfingar 293 milljónir, lántökur 160 milljónir og afborgun langtímalána voru 219 milljónir. Skuldaviðmið var 104% en rekstrarjöfnuður var neikvæður 184 milljónir. En fjárhagsáætlun sveitarfélagsins gerir ráð fyrir að rekstrarjöfnuður nái jafnvægi í árslok 2025. En endurskoðandi frá KPMG mun gera nánari grein fyrir ársreikningi hér á eftir. Stuttlega viðauka á árinu 2023. Samþykktu voru 5 viðaukar á árinu 2023. Fyrsti viðaukinn var samþykktur í mars og þetta eru helstu breytingar sem voru gerðar í þeim viðauka. Það voru þjónustukaup í grunnskóla, rekstrarframlag í svæðisgarðinn og framlag til byggðarsamlags vegna þá persónuverndarfulltrúa og breytingar í tengslum við það. Viðauka í 2. júní voru þessar helstu breytingar, útgjaldajöfnunarframlag, breytingar úr því, breytingar á grunnskólaframlagi, breytingar á álagningu ársins, málefni fatlaðra, tómstundastarf í tengslum við exið, snjómokstur, húsaleigubætur, sorphreinsunargjald og niðurgreidd daggjöld. Viðauki 3 sem var samþykktur í ágúst, það var staðgreiðsla, breytingar úr því til hækkunar, framlag vegna fasteignaskatts og tónlistarskóla, breytingar sem höfðu á sér stað hjá sveitarfélaginu vegna samnings við Eyja og Miklagarðshöfn, skólaakstur í fjölbrautaskólann, reiknuð afnot af stofnunum og síðan voru kjarasamningshækkanir og það voru hækkanir í 9 deildum í þessum viðauka. 4. viðauki var í ágúst, það var staðgreiðsla hækkun, útgjaldajöfnunarframlag, barnaverndarmál, miðstöð öldrunarþjónustu, það var verið að kaupa tæki, vinnuskóli, breytingar vegna samreksturs á skipulags- og byggingamálum, götulýsingar, laun í eignasjóði þjónustumiðstöð Höfn, matvæli í eldhúsi og síðan fráveitu viðgerðir. Viðauki 5, helstu breytingar, útgjaldajöfnunarframlag, sala og íbúð dregin tilbaka og síðan voru þetta aðalega 8 breytingar sem tengdust á verðbótum, sem var þá eiginlega einu breytingar hann í viðaukanum þessar 3 eða þessar 10 ef þú tekur verðbætuna sem 8 breytingar. Og mér fannst þetta gott hérna daginn þegar ég var að hlusta á fréttirnar í Ríkissjónvarpinu. Við rífum ekki handbremsur. En mér fannst þessi orð núverandi fjármálaráðherra Sigurður Inga eiga ágætlega við hérna hjá okkur. Hann sagði þess að orðrétt við rífum ekki handbremsur, við tökum þétt utan um ríkisfjármálin, tökum þétt utan um samfélagið svo ekki verið neina kollsteypur, við stjórnum af skynsemi af ábyrgð. En þetta finnst mér svona einkenna stefnumörkun bæjarstjórnar, það er að segja að það er borin virðing fyrir stofnunum sveitarfélagsins og þeirri mikilvægu starfsemi sem þar er rekin á sama tíma og það er reynt að stjórnað að skynsemi og ábyrgð. Til að mynda lá það fyrir á haustmánuðum 2023 og það var frávik í launakostnaði fræðslustofnana. Við brugðumst ekki við því með að rífa í handbremsuna,
heldur var unnið að því með ábyrgum hætti og að yfirvögu með stjórnundum að taka utan það verkefni og ramma það inn og það er komið fastaskorður í dag. Oft er það nefnt að við erum að stýra hérna olíuskipi og viðbrögð og stjórnun þurfa að vera í samræmi við það og við þurfum alltaf að taka á óvæntum þáttum sem kom upp á hverju ári í rekstri sem þessum. Það er aldrei hægt að sjá allt fyrir en við erum alltaf með bara ákveðin spil á hendi og erum að reyna að spila þeim út og forgangsraða í samræmi við áherslu bæjarstjórnar hverju sinni og með öðrum orðum er í sinni einföldustu mynd alltaf verið að ná einhverju jafnvægi þarna á milli. En áherslu bæjarstjórnar á árinu 2023 og reyndar á yfirstandandi ári og endurspeglast á í þessum ásetningi er að áfram að skapa eftirsóknarvert umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki, standa vörð grunnþjónustu sveitarfélagsins, sérstaklega hafa barna og fjölskyldna þeirra og eldra fólk og sækja fram af ábyrgð með samfélagslega mikilvægum fjárfestingum innviða, svo sem eins og Víkurhverfið, sem komið til með að skapa svigrúm til eflingar samfélagsins á svæðinu á sama tíma og stemt er að því að tryggja að skuldaviðmið og skuldahlutföll sé að lækka markvisst á tímabilinu sem þau eru og hafa verið að gera. Áfram þarf að leggja áherslu á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gættir aðals og ábyrgðir rekstri sveitarfélagsins á sama tíma og þjónusta við íbúa verði eins og best verður á kosið. Þarf bæjarstjórn og stjórnendur sveitarfélagsins að vera og eru vakandi yfir ákveðnum þáttum í rekstri sem endurspeglast í þessum ásetningi og það þarf alltaf, eins og ég hef nefnt hér áður í umræðum ásetning og í fjárhagsáætlunarvinnu, að það þurfa að huga því að vinna markvisst að því að ná enn meira upp veltufé frá rekstri sem standa undir afborgun skulda og skuldbindinga líkt og endurspeglast í fyrirliggjandi ásetningi og þannig stuðla því að reksturinn geti áfram staðið undir greiðslu skulda og nauðsynlegum fjárfestingum. Nú, ef ég reyna að draga þetta saman stóra myndin í stuttumáli, reksturinn styrkist, helstu lykiltölur styrkjast frá fyrir ári, erum að ná vopnum okkar aftur eftir áfallið frá COVID-19, veltufé frá hækkandi og ég bara rifja það upp í þessu litla svega hérna sem ég veit ekki hvað þið sjáið. Þegar ég segi að ná vopnum okkar aftur eftir COVID skýrist náttúrulega bara í þessari tölu þarna frá 2020 að veltufé frá rekstri var ekki nema 99 milljónir árið 2020. En það var algjör tekjufall á sveitarfélögunum því ári. Og erum að styrkjast 21, 22 og 23, þannig þetta er jákvætt, en við þurfum alltaf að vinna því að hækka þetta enn frekar, en það er sameiningaframlag 135 milljónir í þessu veltufé frá rekstri. Þannig það gefur auguleið og við þurfum að vera augun á boltanum þarna eins og við höfum verið að reyna að vera með. Skuldaviðmið og skuldahlutföll fara lækkandi, langtímaskuldir fara lækkandi, ef maður tekur þá þessar tölur sem eru tilgreindir ástreiningi 1.1. 2,1 og 2,2 milljónir rúmar 2 milljónir þarna þetta eru þá bara langtímaskuldir við lánastofnanir og áhrif verðbólgu er náttúrulega mikil í rekstri þessa sveitarfélags en það eru þessar verðtryggðu skuldir í 2 milljarðar hafa mikil áhrif á eðlilega reksturinn og rekstrar niðurstöðuna þótt að hafa ekki bein áhrif nema litlu leyti á veltufé frá rekstri en án reiknara stærða er jákvæð ekstra niðurstaða en aftur á móti þarf þetta allt að tala saman. Og það er svona sem alveg hægt að vera bjartsýnn svona fyrir árið 2024-2025 með öllum þeim fyrirvörum sem hægt er að gera. En ég er svona bjartsýnn maður þannig að ég vil líta framtíðina björtum augum og mér finnst svona eins og áður að við byggjum á traustum grunni. Við erum með framúrskarandi stofnanir hér í sveitarfélaginu, við séum góður í þjónustu og erum með flotta innviði, en það liggja samt á sama tíma fyrir ýmsar áskoranir. Við erum að leggja áherslu á að skapa þetta eftirsóknarverða umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki og við þurfum að hafa fókus á því, standa vörð þessa grunnþjónustu, grunnskólan,
leikskóla, félagsþjónustu, eldra fólk og annað slíkt og sérstaklega hag barna og fjölskyldna, sækja fram ábyrgð og allt það sem ég nefndi hér áðan. Og ég tel að með fyrirliggjandi áætlunum sé sveitarfélagið að endurspegla ágætlega þessar áherslur og þau markmið bæjarstjórnar, en þetta alltaf áskorun frá degi til dags að tryggja þessi markmið náðu öll að ganga fram og það sé ákveðið jafnvægi hérna á milli. Árið 2023 var gott ár, eins og ég er búinn að fara yfir. Árið 2024 fer vel af stað og það er ljóst að margt hefur áunnist á síðust árum en fleiri verkefni og áskorunir framundan sem gaman verður að takast á við. Við getum látið okkur hlakka til fyrirliggjandi verkefna því að það er bjart framundan. Við erum að ná ákveðnu stöðugleika í rekstri. Við byggjum á þessum traustagrunni og áætlanir gefa svona fyrirheit það að við séum að fjárfesta inn til framtíðar og munu þeir innviði leggja grunna enn betri þjónustu í sveitarfélaginu til framtíðar. Við erum að sjá viðsnúning á rekstri strax á þessu ári, gangi áætlanir eftir og jákvæðri rekstrarniðurstöðu árið 2024 og 2025 og endurspeglas áætlun þá þessi öfluga viðspyrna í rekstri sveitarfélagsins en það er þá alltaf með því fyrirvara áætlanir gangi eftir. Og þá má gera ráð fyrir því að jafnt og þétt muni sveitarfélagið ná fjárhagslegum fjárfestingarstyrk til standa undir mikilvægum fjárfestingum næstu ára sem hafa verið í umræðunni, hvort sem að það eru mannvirki tengd íþróttamannvirkjum eða byggingu tónlistarskóla eða öðrum stórum verkefnum sem að við þurfum að byggja upp ákveðin fjárfestingarstyrk áður en við förum í. En að lokum vill sá sem hér stendur og fyrir bæjarstjórnar nota tækifæri til að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra framlag til ábyrgsreksturs sveitarfélagsins á árinu 2023. Og með leyfi forseta þá gef ég Haraldi endurskoðanda frá Ingi orðið. Forseti, bæjarstjóri og aðrir gestir. Takk fyrir að taka á móti mér og leyfa mér hér að renna yfir ásetning sveitarfélagsins sem að tekin til fyrir umræðu í bæjarstjórn hjá okkur í dag. Ég ber fundinum kveðju endurskoðanda sveitarfélagsins Sigurjóni Erni og að sjálfsögðu Gyðu Steinsdóttur sem að hefur og þau hafa átt veg á vanda að þeirri vinnu sem að hefur farið fram við staðfestingu ásetningsins. Nú vil taka það fram að eins og hefðbundið að þá ásetningurinn tekinn fyrir í tveimur umræðum, annars vegar við fyrri umræðu og hann getur mögulega ef að eitthvað kemur upp á milli umræðuna tekið breytingum en við eigum þó von á því að svona stóra myndin liggi fyrir. Hér sjáum við skýrslu og áritun bæjarstjóra, bæjarráðs og bæjarstjórnar. Hún tilgreinir bara örfáar lykilstærðir. Það eru heildar rekstrartekjurnar, annars vegar fyrir A- og B-hluta og svo fyrir A-hlutan, einnig rekstrarniðurstöðuna, eigið fé og álagningarhlutföll. Áritun endurskoðanda, hún er birt samhliða síðari umræðu í bæjarstjórn, þá mun bæjarstjórn staðfesta ásetningin og við förum yfir þau atriði hér á eftir þegar við rennum yfir endurskoðunarskýrsluna eldsnögg. Nú rekstrarreikningurinn, Jakob er búinn að fara hér ágætlega yfir svona helstu lykilstærðir í sínu erindi en ég ætla kannski aðeins að fara dýpra í þá yfirferð og við byrjum á því að fara yfir A-hlutan. Áður en við leggjum á stað í þetta þá langar mig að segja að þegar við erum að horfa á A- og B-hluta sveitarfélaga þá erum við í raun og veru að tala viðskipti við þriðja aðila, þar að segja sem ekki tengd eining sveitarfélagsins. Þannig að þegar þið horfið á tölu eins og útsvar og fasteignaskatt í A- og B-hluta þá er það lægri fjárhæð heldur en í A-hlutanum.
það ekki vegna þess að tekjurnar hafi týnst á leiðinni, heldur verið að eyða þarna út innri viðskiptum. Það sama á við efnahagsreikninginn. Þegar við erum að horfa á efnahagsreikning fyrir A- og B-hluta, þá erum við búið að eyða út viðskiptum við viðskiptastöðum á milli tengdra fyrirtækja, þannig að þið sjáið í A-hlutanum eru fjárhæðir en það 0 í A- og B-hluta. Þetta segi ég bara til þess að fyrirbyggja allan misskilning. En við skulum renna okkur aðeins yfir yfirferðina á rekstrartekjunum og við byrjum á A-hlutanum. Heildar rekstrartekjur sveitarfélagsins eru 2,2 milljarðar í A-hlutanum og þær hafa aukist 12,8%. Það mjög gott að kynna sér nánar samsetningu tekna með því að rýna skýringu 4 í ársreikningi og hvað þar helst að breytast. Nú útsvar og fasteignaskattur að aukast 106,7 milljónir á milli ára eða 10,8%. Framlög jöfnunarsjóðs aukast 96,3 milljónir eða 16% og aðrar tekjur aukast tæplega 46 milljónir eða tæp 13%. Við verðum líka að hafa það í huga þegar við erum að horfa á tekjuaukninga til dæmis í jöfnunarsjóði að undir árslok 2022 var útsvars hlutfall sveitarfélaga hækkað til þess að mæta kostnaði við þjónustu við fatlað fólk og það skilar sér þá í gegnum jöfnunarsjóðsframlög. Annað sem ég vil líka nefna að þegar þið eruð að rýna A-hlutann þá þarf líka að horfa í að þarna inni samrekstrar eining, félags- og skólaþjónusta Snæfellinga og það auðveldast að átta sig á því með því að skoða samstæðu yfirlitið, svokallaða, sem að fylgir með ársreikningi. Þar sjáum við nákvæmlega hverjar eru tekjurnar og gjöldin sem eru að koma í gegnum þessar einingar. Laun og launatengd gjöld, þau eru að hækka 165,3 milljónir eða 15% á milli ára og eru auðlítið umfram áætlun með viðaukum einnig. Þetta 14,6% hækkun. Laun, það reiknuð sérstök launavísitala fyrir laun starfsmanna sveitarfélaga. Hún að hækka 9-10% á árinu. Lífeyrisskuldbindingin, hún heldur áfram að gefa, eins og við segjum. Það gjaldfærsla á árinu upp á 81,4 milljónir. Þið gerir ráð fyrir 22 milljónum í áætlunum með viðaukum í A-hlutanum og þetta voru 37 milljónir árið á undan. En til þess að átta sig betur á því hvað á ferðinni, þá þurfum við að fara og skoða skýringu sem að lýsir og sundurgreinir lífeyrisskuldbindingu sem að hér að ræða. Og þá sjáum við að brú, og við kíkjum á það aðeins betur á eftir og við förum einnig yfir það í endurskoðunarskýrslunni hvað það á ferðinni, en brú á 47 milljónir af þessari gjaldfærslu. Og hvað þessi skuldbinding sem að koma inn frá brú? Það þannig að 2018 var greidd svokölluð fyrirfram greiðsla sem við sjáum í efnahagsreikningi og verið að gjaldfæra á hverju ári núna og það eru áratugir eftir af þeirri gjaldfærslu. Við þá útreikninga var lagt mat á hver skuldbindingin væri gagnvart þeim aðilum í brú sem ekki hægt að skerða réttindin hjá. Það kemur síðan í ljós, eins og var kynnt svo sem á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, að það væri von á því að það kæmi útreikningar sem bæru það með sér að það uppgjör dygði ekki til þess að standa straum af þessum útgjöldum. 10% áætlað hlutfall sveitarfélagana almennt í skuldbindingum vegna þessara starfsmanna. Þetta gerir það verkum að það nýtt mat á lífeyrisskuldbindingum sveitarfélagsins út af þessum A-deildar starfsmönnum og það að ræða þá einskiptis gjaldfærslu þar sem að færðir inn undir lífeyrisskuldbindinguna á árinu. Eftir þetta þá fáum við uppreiknaða breytingu á milli tímabilina eins og hefðbundið með bara nú þegar ákvílandi lífeyrisskuldbindingu vegna B-deildar LSR. Annar rekstrakostnaður að lækka 58,5 milljónir á milli ára og það cirka 9% lækkun. Þannig að rekstrakostnaðurinn að aukast samtals, ef við leggjum alla þessa liði saman á milli ára og tæpir 2 milljarðar
króna í A-hlutanum. Og þá voru komin niður að lykilstærð í rekstri og það rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, oft nefnt framlegð. Og framlegð A-hlutans eru 216,6 milljónir, það að segja jákvæð framlegð, jákvæð niðurstaða þegar við erum komin þarna og eigum eftir að taka tillit til afskrifta á fjármagnsgjalda. Áætlanirnar höfðu gert ráð fyrir töluvert meiri framlegð, en þetta hins vegar betri framlegð heldur en árinu 2022. Þegar við tökum síðan tillit til afskrifta, það aukast eilítið á milli ára og það eðlilegt vegna þess að það verið að afskrifa fjárfestingar sem farið var í árinu 2022 og þær eru tæpar 83 milljónir afskriftirnar og fjármagnsgjöldin umfram fjármunatekjurnar hjá okkur eru 202,6 milljónir og verðbólgan vegur að sjálfsögðu mikið í þessum gjaldfærðu fjármagnsgjöldum hjá okkur og við sjáum það einna helst bara í sjóðstreymi sem við komum hérna að á eftir. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hluta neikvæð tæpar 69 milljónir þegar höfðu gert ráð fyrir jákvæðri afkomu í áætlunum með viðaukum fyrir A-hlutan en rekstrarniðurstaðan var neikvæð á árinu 2022 í A-hlutunum upp á 158 milljónir. Þá förum við yfir í A- og B-hlutan samtals og ég ætla ekki að fara yfir svona ítarlega yfir allar tölur þar en rekstrartekjur þar eru að aukast 158 milljónir á milli ára eða 7% og rekstrargjöldin eru að aukast 6,4%. Aðeins bara varðandi þessar breytingar líka sem eru að verða á launum og launum gjöldum á milli ára að hækkunin á launum hjá félags- og skólaþjónustunni einni og sér á milli ára eru 33 milljónir. Þannig að þegar við erum að rýna hvernig reksturinn hefur gengið þá gríðarlega mikilvægt að horfa á sundurliðunarbókina eða samstæðu yfirlitið til hliðsjónar hvað að gerast í einstaka málaflokkum, hvernig verið að ráðstafa þeim fjármunum. Framlegð A- og B-hluta eru jákvæð 283 milljónir rúmlega. Það heldur hærra heldur en árið 2022 en lægra heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir því sem að gilda fyrir árið 2023. Það hvíla líka skuldir á B-hlutafyrirtækjunum hjá ykkur þannig að fjármagnsgjöldin umfram fjármagnstekjunum þar eru 235 milljónir og síðan erum við með afkomu í hlutdeildarfélagi og þetta afkoma í hlutdeildarfélaginu Geratún. Þannig að þegar við komum yfir í efnahagsreikninginn þá sjáum við að það hækkar. Þetta samstæðufærsla og þetta felur ekki í sér fjárfestingu sveitarfélagsins heldur þetta bara hlutdeild í afkomu þess upp á 16,5 og rekstrarniðurstaða A- og B-hluta neikvæð 40 milljónir sem betri afkoma heldur en árið á undan en enga síður eins og Jakob vék að áðan lakari heldur en áætlanir með viðaukum hefðu gert ráð fyrir. Þá höldum við hér áfram yfir í efnahagsreikninginn, förum þar fyrst yfir eignir og við förum nú bara yfir A- og B-hlutan þar. Varanlegir rekstrarfjármunir samtals eru 3,4 milljarðar tæpar og aukast allnokkuð á milli ára. Það eðlilegt vegna þess að fjárfestingarnar ykkar á árinu voru 201 milljón en áætlun hafði gert ráð fyrir að það væri 223. Þið sjáu nánari sundur liðun á því hvernig þetta skiptist, hvernig fjárfestingin skiptist, niður á einstaka verkefni, annars vegar raunkostnaðurinn og svo hvað hafði verið áætlað í þetta og hvar helstu frávikin liggja ef að þau eru. Það líka að ræða endurmat lóða, leigulóða sem eru eignfærðar í eignasöðu sveitarfélagsins og það endurmat upp á 73 milljónir. Ítrekað það enn og aftur, þetta eitthvað sem fer beint yfir á eigið fé og hefur engin áhrif á rekstrar afkomu. Óunnheimtar tekjur, ef við bara aðeins horfum í það, þær eru 185,2 milljónir á árinu, hækka eilítlega á milli ára. Þarna inni verið að leggja líka mat á innheimtanleika þessara krafna, það að segja stjórnendur sveitarfélagsins. Þeir setjast yfir útistandandi kröfur. Þetta annars vegar útistandandi útsvarskröfur og hins vegar óinnheimtar aðrar þjónustutekjur
og það færð niðurfærsla til að mæta mögulegri tapsáhættu en það ekki að ræða endanlega afskrift. Og þið sjáið að hérna ef þið gluggið í skýringuna sem að vísa í á skýringu 13, þá gerð nánari grein fyrir hvernig þetta skiptist annars vegar á óinnheimtu skatttekjurnar og svo óinnheimtar aðrar tekjur. Annað sem ég langar líka að nefna í þessari yfirferð vegna þess að þegar að breyting var gerð á reikningsskilum sveitarfélaga á árinu 2000 og hún var innleidd á árinu 2022, þá voru samrekstrar einingar sem mér orðið tíðrætt hér í yfirferðinni færðar inn í reikningsskil sveitarfélagana. Þessar einingar eru færðar inn í reikningsskil sveitarfélagana í hlutfalli við ábyrgð sveitarfélagsins á skuldbindingum þeirra. Þetta gert og breytingin á uppruna sinni því og henni ætlað að veita bæjarstjórnum og sveitarstjórnum landsins betri yfirsýn yfir á hverju bera sveitarfélögin raunverulega ábyrgð á skuldahliðinni. Það allt gott og blessað, en það flóknara fyrir vikið, fyrir ykkur sem eru notendur á reikningsskilunum og eru kannski ekki endilega áhuga fólk að lesa ársreikninga að átta sig á þessum stærðum. Þannig að þegar við erum að horfa á handbært fé sem í ársreikningi í árslok 2023 upp á 98 milljónir tæpar, þá þurfum við að taka tillit til þess að þetta handbært fé líka þessara eininga sem þið hafið ekki beina stjórn á. Þannig að handbært fé aðalsjóðs eru 68 milljónir. Þannig að það mikilvægt að þetta smitast allt í kringum reikningin, áhrifin af þessu, til þess að hann innifeli sér allar þær eignir og allar þær skuldbindingar sem að sveitarfélagið hefur gengist í ábyrgðir fyrir. Nú á meðal eigið fjár á skuldahliðinni, eigið fjár náttúrulega hreyfist bara rekstrarafkomu ársins og svo endurmatið á leigulóðunum, lífeyrisskuldbindingin eykst, eins og ég gat áðan, hún að hækka vegna þessara endurmetnu skuldbindingar í A-deildinni. Það aðeins hreyfinga á búseturéttunum, skuldir og við lánastofnanir að hækka á milli ára. Það eru afborganir eins og var farið yfir og svo eru verðbótaráhrifin náttúrulega nokkur og við sjáum þau berlega í sjóðstreyminu, en verðbæturnar sem eru gjaldfærðar í rekstri á árinu 2023 eru 178 milljónir. Þannig að allar hreyfingar í þá átt að vísitölurnar sem að þessi lán eru tengt við lækki hafa jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Nú, langtímaskuldirnar, þetta langtíma hlutinn, það sem að kemur þá til greiðslu 2025 og síðar eru rétt rúmir 2 milljarðar, næsta árs afborgun langtímaskulda eru 215 og það lykilstærð vegna þess að við setjum það svo í samhengi við veltufé fyrir rekstri, vegna þess að veltufé fyrir rekstri það þarf að fóðra þessar skuldir og helst töluvert umfram það til þess að viðhalda fjárfestingaþrótt sveitarfélaga. Og þá eru komin í sjóðstreymi yfirlitið og þetta í raun og veru svo staður í ársreikningu sveitarfélaga sem hvað mikilvægastur vegna þess að það hér sem að við sjáum af hverju staðan á bankareikningnum með þeim hætti sem að hún í dag. Rekstrarniðurstaðan neikvæð og við byrjum þar, hún neikvæð 40 milljónir fyrir A- og B-hlutann. Það þarf að leiðrétta fyrir reiknuðum stærðum vegna þess að reiknaðar stærðir sem eru gjaldfærðar, þær hreyfa ekki neina sjóðstöðu. Það flæðir ekkit út úr bankareikningnum þó að ég reikni afskriftir. Ég búinn að borga fyrir fjárfestingarkostnaðinn, það bara verið að lota kostnaðinn í gegnum þessar afskriftir inn í gegnum reksturinn. Þegar að búið að leiðrétta fyrir þessu þá sjáum við að veltufé frá rekstri jákvætt 307 milljónir. Það eilítið lægra heldur en áætlun með viðaukum hafði gert ráð fyrir en all nokkuð hærra heldur en að var í ársreikningi 2022. Því næst þá leiðréttum við fyrir stærðum sem eru svona rekstratengdar eignir og skuldir. Það ekki allt innheimt áramótin, þó að þessi búið að gefa út reikninga fyrir því. Það eru gjalddagar á kröfum í janúar sem eru svo greiddar þá 2024 og það þarf að leiðrétta einnig fyrir þessu. Og þá erum við með þessa stærð sem talaðum sem handbært fé frá rekstri og það eru 307 milljónir í tilfelli ykkar sveitarfélags. Og þá fáum við velta fyrir okkur, ef það ekkert hefði nú gerst annað en þetta, þá hefði sjóðurinn átt að vaksa 307 milljónir. Það svona í sinni einföldustu mynd. Við töluðum það áðan að það ekki staðan á handbæra fénu, hún ekki 307 milljónir, þannig að þá förum við í það að skýra í hvað fór peningurinn.
Við settum 203 milljónir í fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum. Það var fjárfest í íbúðarhúsnæði fyrir rétt rúmar 11 milljónir og síðan ógreidd fjárfesting af því að við viljum ekki að það hafi áhrif á veltufé frá rekstri. Það er þá reikningar sem hafa borist og breyting á henni þá 91 milljón. Við sjáum það að þetta þá fjárfesting sem var greidd á árinu en tilheyrði árinu 2022. Og síðan þá innheimt gatnagerðargjald fyrir 13 milljónir rétt rúmar og það þýðir það að fjárfestingarhreyfingarnar þær að draga til sín 293 milljónir tæpar. Þannig að ég lagði af stað þarna niður með 307, ég er búinn að setja 293 tæpar í fjárfestingarhreyfingar. Þá komum við niður á fjármögnunarhreyfingunum. Við borgum af lánum fyrir 218,7 milljónir og við tökum nýtt lán upp á 160 milljónir og svo eilítil breyting þarna á búseturétti og þarna erum við þá búin að rekja okkur niður í það að þarna skýrum við lækkunina sem á handbæri fé milli ára og það lækkar 37 milljónir. Þannig að þetta og þegar við erum síðan að horfa á fjárhagsáætlanir og við setjum það aðeins í samhengi í endurskoðunarskýrsluna eftir, þar að þegar við horfum síðan á markmiðin sem eru sett í fjárhagsáætlaninu fram veginn, þá sjóðstreymið algjört lykilatriði þar. Af því að ef að ég að auka skuldir, þá ég að setja frekari pressu á framleiðina í rekstrinum. Ef að ég ætla mér að viðhalda því að eiga afgang þegar ég er búin að borga lánunum til að fara í óskuldsettar fjárfestingar. Þannig að þetta svona einfalda myndin af því að þetta náttúrulega miklu flóknara í framkvæmd, en þetta svona einfalda útskýringin af því hvernig við förum yfir þessa hluti. Aðeins fyrir þið lesið skýringarnar þannig að fremst koma skýringar sem snúa að rekstrarreikningum, svo fara þá og hvernig farið með það, síðan kemur þá hvernig farið með liðið sem snúa efnahagsreikningnum og síðan komum við þá hér í skýringu 4. Það er gott að rýna þetta til þess að átta sig á því hvaðan eru framlögin að koma, annars vegar frá jöfnunarsjóði og hér sjáum við að útsvarið sem 904 milljónir tæpar að aukast töluvert á árinu og fer úr 816 milljónum. Ég ætla ekki að dvelja lengur við þetta. Síðan hér sjáum við þá heildaryfirlit rekstur. Heildaryfirlit rekstur hefur raun og veru þann tilgang að við getum séð í hvað vorum við að ráðstafa skatttekjum sveitarfélagsins, í hvaða málaflokkur að taka þær til sín. Þarna sjáum við að félagsþjónustan eilítið yfir áætlunum. Fræðslumálin eru töluverð kostnaðaraukning þar á milli ára og einnig allnokkuð eins og Jakob vék að umfram áætlanir með viðaukum og síðan sjáum við breytingu lífeyrisskuldbindingar að það töluverð breyting þarna á milli ára. Þannig að þarna erum við búin að heimsækja og sjá með mjög einföldum hætti hvaða málaflokkar eru það hjá okkur, hvaða starfsemi það sem að taka til sín fjármagn, auki fjármagn á milli ára og hvernig erum við að ná þeim árangur sem við höfðum væntingar við framsetningu fjárhagsáætlunar. Nú, hér næst koma síðan sundurliðanir á fjárfestingunum ykkar og annars vegar fyrir þá A-hlutann og svo hins vegar á næstu síðu erum við þá með fyrir B-hlutann og fráveitan hefur reynst ykkur dýrari heldur en að áætlanir höfðu gert ráð fyrir og fyrir því eru ákveðnar skýringar en þið njótið einnig líka styrks sem framlag frá ríkinu og má rekja sem svona hluta af þeim viðbröðum sem að ríkissjóður fór í tengslum við áhrif COVID og með því að hvetja sveitarfélög í raun og veru til þess að fjárfesta til þess að bregðast við þeim samdrætti sem var á þeim tíma. Hér eru síðan listaðir upp stofnframlög og eignarhlutir í félögum og þarna sjáum við Geratúnið og þið eigið semst á 27% í því og njótið þá 27% af afkomu í því félagi. Hér eru síðan samstarfsverkefnin, það félags- og skólaþjónusta Snæfellinga sem hefur þarna, og þetta eru þá áhrifin, með henni að koma inn, hún hefur jákvæð áhrif á afkomuna, netto afkomuna upp á 4,4 milljónir, þið fáið að koma eignir, ykkar hluti í eignunum eru 43 milljónir og skuldirnar eru 16 milljónir og eigið fé 27.
Héðan erum við sem komin niður í lífeyrisskuldbindinguna og bara að vekja athygli á þessu að þarna er fjallað það hvaðan þetta að koma og þetta á í raun og veru upphafið sitt í jöfnun lífeyrisréttinda á milli almenna markaðsins og opinbera markaðsins. Það eru náttúrulega hefðbundnar lykiltölur og skýringar fyrir aftan. Það er kannski eitt sem ég langar til að minnast á við ykkur og er breyting líka frá fyrra ári. Og það er það að íbúafjöldin er núna miðaður við 1. janúar. Og það er búið að breyta lykiltölunum til samræmis við uppfærðar tölur, nákvæmari tölur íbúa á Íslandi. Við munum eftir umfjöllinu það þessa 15.000 Íslendinga sem ekki voru til lengur og það er búið að breyta þá þeim stærðum sem verið að miða við og þegar ég tala Íslendingarnir sem voru ekki til, þetta í raun og veru þá óvirkar kennitölur hjá okkur. Vegna þess að þeir hafa kannski komið hér til skemmri eða lengri tíma en þeir eru fluttir að brott, en þetta eru einnig líka mögulega Íslendingar sem eru hreinlega búsettir bara erlendis og hafa verið til lengri tíma þar. Þannig að þetta eru þá nákvæmari tölur og þetta hefur ansi víða áhrif í íslensku samfélagi að þessi fjöldi hafi tekið breytingum, meðal annars inn í lífeyrissjóðunum. Þetta er það sem mig langaði að fara yfir með ykkur varðandi ársreikninginn og ég ætla bara örstutt að kasta í því sjáu þetta alveg örugglega ekki, allavega ekki vel. en þarna erum við þá að horfa í rekstrarreikning 2023 þar sem að þið getið áttað ykkur á því hvað hver eining að gera hjá okkur og þarna sjáum við að það eru þjónustuíbúðirnar eru þarna með 14,3 milljón króna tap og það skýrist fyrst og fremst af því að það eru náttúrulega háar ákveðlandi skuldir á þessum einingum. Þannig að það þarf að horfa svolítið á þetta með út frá mörgum sjónarhornum þegar við erum að rýna hvernig reksturinn hefur gengið. Með ykkar leyfi fæ ég að fara bara beint yfir í endurskoðunarskýrsluna og svo að sjálfsögðu þá hægt að spyrja mig eitthvað frekar. Hér er semst endurskoðunarskýrsla sem að dregur þá saman helstu niðurstöðu þeirra sem hafa komið að endurskoðun á sveitarfélaginu. Hér er fjallað í inngangi og að með hvaða hætti áritun okkar verður á ársreikninginn, hún verður fyrirvaralaus og hefðbundin. Síðan er þá fjallað á síðu 4 þau atriði sem að þarf að ganga frá samhliða síðari umræðunni og við viljum einnig benda ykkur á atriði á blaðsíðu 22 sem að útskýra tilgangsskýrslunnar, hvaða svona takmarkanir á vinnu sem að fram fór. Hún byggir náttúrulega verulegu leyti og oft á tíðum á miklu leyti á úrtaksprófunum, úr færslum, stórum færslusöfnum og svo þá takmörkun ábyrgðar sem að getur fylgt dreifingum á þessari skýrslu. Helstu niðurstöður endurskoðunar við framkvæmur, þegar verið að framkvæma endurskoðun almennt, þá er sérstakur fókus á innra eftirliti og mögulegri sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti sem til staðar. Það hefur ekkert að gera með það að það sé einhver grunur slíkt heldur gera staðlarnir kröfur það að endurskoðendur sinni þessari skyldu. Lögum samkvæmt þurfa endurskoðendur sveitarfélaga að framkvæma stjórnsýslu, skoðun og svo geta þá verið önnur áherslu atriði. Þegar að við förum svo í síðari umræðina og munum við óska eftir staðfestingarbréfi stjórnenda, það verður með hefðbundnu sniði, bæjarstjórn mun staðfesta og árita ársreikninginn við síðari umræðu, þá undirritar endurskoðandi sveitarfélagsins og lokaútgáfa endurskoðunarskýrslu er gefin út. Aðeins að þessu hugtaki mikilvægi sem þið sjáið og er reiknast 69 milljónir, hvað er mikilvægi? Endurskoðunarstaðlarnir gera kröfur það að því það er ekki hægt að skoða hver einustu færslu, þá sætum við ennþá niður í ráðhúsi að fletta pappírum. Þannig að það þarf að setja mikilvægismörk og mikilvægismörk í raun og veru sú skekkja, ef hún væri til staðar í ársreikningnum, þá myndu þið sem lesendur mögulega taka rangar ákvarðanir út frá þessum fjárhagsupplýsingum. Það eru 69 milljónirnar. En það þýðir ekki það að það sé nú ekki skoðað neitt annað heldur en það sem er yfir 69 milljónum. Það er náttúrulega miklu meira skoðað og ef við komum yfir, ef það er komið auga á skekkju sem er 3,4 milljónir eða herra, þá ber okkur skylda til þess að gera grein fyrir því ef það hefur ekki verið leiðrétt. Og það er ekki að ræða áleiðrétta mismuni í lok endurskoðunar samkvæmt endurskoðandi sveitarfélagsins.
Það er fjallað umfang endurskoðunarinnar hér á næstu síðu. Við verðum að fara yfir náttúrulega niðurstöður sem að koma fram í okkar skoðun. Það er engin verulegir veikleikar við yfirferð okkar á stjórnsýslu sveitarfélagsins og svo varðandi veikleika í innra eftirliti þá bara er það nú þannig að með hliðsjón af svona stærð og umfangi skrifstofunar þá er það nú oft erfitt að koma fyrir fullkominni aðgreiningu starfa en stjórnendur sveitarfélagsins eru meðvitaðir það en auk þess var bent á 2 aðrar svona minniháttar veikleika eða tækifæri til úrbóta. Umfang endurskoðunarinnar er hér og hér sjáum við það að það félags- og skólaþjónustan og þetta er með svona hlutfall af heildartekjum sveitarfélagsins er með 5,5% af heildartekjum sveitarfélagsins eru þar inni. Dveljum ekki við það. Hér næst er þá komið fara endurskoðendur yfir svona niðurstöður sinnar yfirferðar. Það er skoðun á mögulegri sniðgöngu stjórnenda og eftirliti. Það kom ekki fram vísbendingar sniðgöngu þeirra á því innra eftirliti sem er til staðar. Hér erum við með þá innra eftirliti við fjárhagskerfið og þar erum við bara að impra á þessu að stjórnendur séu áfram meðvitaðir þannig veikleika sem að getur falist í því að það sé ekki algjör aðgreining starfa. Og það kom ekki verulegi veikleika fram í stjórnsýslu skoðun okkar. Við höfum komið frá ábendingum sem að við höfum talið vera gagnlegar og eru ekki verulegar á framfæri við stjórnendur sveitarfélagsins og endurskoðendur munu fylgja því eftir við endurskoðun 2024. Síðan hér á eftir kemur nánari lýsing á því hvernig er verið að endurskoða hvern og einn lið og ég held að það sé ekkit endilega eftirspurn eftir því að ég fari mjög ítarlega yfir það og gera ykkur að endurskoðendum. Þannig að ég renni hratt yfir bara helstu niðurstöður. Nú yfirferð okkar á rekstrartekjum er með þeim hætti að við gerum ekki athugasemdir við færslu þeirra í ársreikningi sveitarfélagsins. Það eru ekki gerðar athugasemdir við færslu launa og launatengdra gjalda. Það er 59% af heildartekjum sveitarfélagsins sem fer til þess útgjaldaliðar. Annar rekstrarkostnaður, hann er skoðaður með úrtaksprófum og það eru ekki gerðar athugasemdir við færslu annars rekstrarkostnaðar. Það eru ekki gerðar athugasemdir við færslu varanlegra rekstrarfjármuna í ársreikningi og þar undir er líka með hvaða hætti er verið að meta líftíma eigna. Það er yfirfærið endurmat lóða og lendna og er tekin úrtak úr viðbótar fjárfestingum, hverju það eru sem eru að samþykkja það og hvort að slíkt sé í takti við fjárheimildir. Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, það eru ekki gerðar athugasemdir við færslu þeirra. Það eru ekki gerðar athugasemdir við framsetningu samrekstrareiningana sem við höfum tæft nokkru sinnum á hér og það er ekki gerðar athugasemdir við mat stjórnenda á innheimtanleika og tapsáhættu og óinnheimtra tekna eða annarra skammtímakrafna og það er ekki gerð athugasemd við færslu lífeyrisskuldbindingar. Skuldir við lánastofnanir, þar er náttúrulega kallað eftir staðfestingum frá þriðja aðila eins og hefðbundir er. Það er ekki gerðar athugasemdir við færslu þeirra í ársreikningi sveitarfélagsins og síðan er þá hér ítarlegri umfjöllun svona aðrar áherslur. Það er annars vegar bara búseturétturinn og einnig umfjöllun tryggingafræðilega endurmatið á aðild brúar eins og við ræddum hérna áðan. Hér er síðan ítarefni, það eru aðrar upplýsingar til bæjarstjórnar, teymið staðfestir óhæði sitt, hér eru fyrirvararnir sem við biðjum ykkur bara að lesa yfir en hér er kannski það sem ég var að véka að áðan. Það er að segja að það er alltaf á þeim tímapunkti sem er verið að taka saman hvernig gekk rekstur síðast árs, þá er gott að setja það í samhengi við samþykktar fjárhagsáætlanir og kannski líka bara minna það að hluti af viðbrögðum við COVID-faraldrinum var það að hvetja sveitarfélög til þess að verja grunnþjónustu og jafnvel leggja út í aukinn kostnað og fjárfestingar til þess að viðhalda atvinnustigi eins og hægt var. Og þá þótti eðlilegt að það væri sett sérstök undanþáguregla sem snýr að fjármálareglum sveitarfélaga. Sú regla er í gildi til ársloka 2025, þannig að það er í raun og veru sá tímapunktur sem að sveitarfélög þurfa þá að uppfylla
fyrri skilyrði sem eru þá að rekstrarjöfnuður hvers 3 ára tímabil sé í jafnvægi og að skuldaviðmiðin séu undir 150% mörkunum. Og gangi fjárhagsáætlanir Stykkishólmsbæjar eftir að þá mun sveitarfélagið uppfylla þessi skilyrði. En það sem við erum að setja hér fram í raun og veru að heimsækja hvernig gengu undanfarin 2 ár, hver eru markmiðin, af því að þegar sveitarfélög eru að setja fram fjárhagsáætlanir þá eru það markmið afkomu í rekstri, það eru markmið veltufé, það eru markmið fjárfestingar og þá gott að heimsækja markmiðin sem að sett eru og hvort að bregðast þurfi við með einhverjum hætti ef að það leikur vafi á því að markmiðunum náist. Þetta sem sagt ferli sem að endurtekur sig alltaf, þessu líkur aldrei, enda bráð skemmtilegt. Rekstrarjöfnuður tryggður eins og ég sagði, gangi áætlanir eftir 2025. Áætlanir ykkar gera ráð fyrir því að það sé jákvæð afkoma öll árin. Það gert ráð fyrir söluhagnaði árið 2025 í fjárhagsáætlunum ykkar. Veltufé frá rekstri, samkvæmt sjóðstreymi, það samkvæmt síðasta ársreikningi, eða þessum ársreikningi sem hér til umfjöllunar, jákvætt 307 milljónir og þið eruð með markmiðum að verja það veltufé í fjárhagsáætlunum ykkar. Afborganir langtímalána og skuldbindinga eru síðan þá til frádráttar því sem til ráðstöfunar og það sem við erum að leiða út í raun og veru hvað getum við þá eitt í fjárfestingar án þess að taka lán fyrir því. Uppsafnaði greiðsluafgangurinn fyrir tímabilið 2025-2027 eru þá gangi áætlanir eftir, ítreka það, eru 228 milljónir. Þið gerir ráð fyrir því að fjárfesta á tímabilinu fyrir 567 milljónir og þá uppsafnaða fjárþörfin búið að taka tillit til þess hversu miklum fjármunum reksturinn var að skila inn í fjárfestinguna 339,7 milljónir. Það gert ráð fyrir lántöku upp á 330 milljónum og þá lækkar handbæra féð væntanlega tæpar 10 milljónir á tímabilinu. Þannig að þetta mjög einföld nálgun en hún fangar enga síður þessa lykilmælikvarða sem að sveitarfélög eru að horfa á þegar þau eru að horfa til sjálfbærni í rekstrar og einnig að setja sér markmið með hvaða hætti á að fjármagna fjárfestingar sem eru framöndan. Hér á eftir koma síðan þá töflur sem að sýna þetta með myndrænum hætti, hvernig rekstrarjöfnuðurinn þróast, hvernig gert ráð fyrir því að framleiða hlutfallið þróist, hvernig skuldahlutfallið þróast og þið eruð undir í skuldahlutfallinu eru þið undir 150% mörkunum en það skuldaviðmiðið sem viðmið reglana og þar eru þið undir og af hverju heimsækjum við þessa glæru nú yfirleitt síðast að þegar við erum að horfa á skuldaviðmiðið eða sem sagt við þurfum ákveðna framlegð til þess að fóðra skuldirnar. Í sinni einföldustu myndi ef ég væri með 110% skuldaviðmið þá þyrfti ég cirka 11% framlegð úr reksturinn. Þetta þjóðumbúttaregla sem hefur verið notuð en við þurfum líka að hafa það í huga að framlegð, og nú kemur ég kannski að þessu aftur, heimsækja aftur yfirferðin á rekstrarreikningnum, að framlegð sveitarfélaga undir verulegum áhrifum af lið sem að þið hafið nú enga stjórn á, sem lífeyrisskuldbindingin. Vegna þess að hún meðal rekstrargjaldana í rekstrarreikningi sveitarfélaga og ef þið eruð að fá miklar sveiflur þar, þá framleiða hlutfallið ykkar undir áhrifum af því, þannig að þegar verið að skoða sveiflur í framleiða hlutfalli á milli ára, þá líka mikilvægt að horfa til þess hvað að gerast hjá okkur í rekstrinum. Þá hef ég lokið máli mínu og þakka kærlega fyrir. Já, takk Haraldur og Jakob fyrir mjög góða útskýring á ársreikningi og því sem að baki honum liggur. Minna á að hér ennþá bæjarstjórnarfundur og orðið laust
ef bæjarfulltrúar hafa spurningar ársreikning 2023. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista. Gerðu svo vel. Við tökum þá smá fundarhlé með að þú endurvekur tölvuna. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröft. Jæja, þá er fundarhléið lokið. Þetta er smá tæknilegra örðuleika. Gerðu svo vel, Haukur. Forseti, bæjarfulltrúar, Haraldur, endurskoðandi, gestir. Ég ætla að taka það fram, ég er búinn að taka niður punkta í tölvunni hjá mér og svo dó hún og punkta til hurfu. Þannig að ég ætla að fara bara rétt aðeins að svara. Ég er ekki með spurningu til endurskoðanda. Ég vil þakka endurskoðanda kærlega fyrir yfirferð. Hún var mjög góð og eins og þú segir að þú ætlar ekki að gera endurskoðanda úr og ferðu að gera þetta einfalt fyrir okkur og það skiptir miklu máli þó að sjá hvernig einfaldin í gangi. Þá skýrir það mjög vel hvað það er sem við þurfum að berjast við. Það skiptir mjög miklu máli. Ég vil einnig þakka bæjarstjóra fyrir sína yfirferð og hælunum fyrir það að minnst hans yfirferð hafa batnað með árunum. Hún verður skýrari og skýrari og það er bara mjög gott. Það skiptir mjög miklu máli að við förum svolítið vel yfir þetta og áttum okkur á hvað við erum að fást við og líka í sögunni. Og eins og bæjarstjóra fór inn á þá hefur, og hann fór alveg til 2002 í sínum gögnum og yfir skuldir og fleira og alveg ljóst að skuldir voru mjög háar hér áður fyrr og við búum ennþá við afleiðingar af því. Meðal annars vegna þess að við höfum ekki verið nóg mikið velti fyrir að fara resti til þess að standa við eða borga af skuldunum okkur. Við þurfum að taka lán til þess að framfleyta þeim áfram og það svona rúlar áfram. Þetta skiptir mjög miklu máli. Það er nú þannig að reksturinn hefur verið þannig og ef við horfum á 6 ár sem að allan að 4, 5 hafa verið hér við bæjarstjórn að þá hefur ýmislegt komið upp á. Við þurftum að berast fyrsta árið við að fá brú, stórt framlag þá og svo aftur núna í rauninni þannig að þetta hefur áhrif og þú fórst vel við það líka Haraldur. Þetta er eitthvað sem við höfum enga stjórn á. Á þessum 6 árum sem við erum búin að skila á okkur núna að þá höfum við verið með hagnað í 2, samtals upp á 85 milljónir eða svo. Það voru 2 fyrsta árin, ég minni að vera 5 milljónir hagnað fyrsta árið sem var þá 2018 og svo 80
Og það gladdi mig, mér fannst það góð tala að vera með hagnað. Síðan þá það hefur verið tap og það komið upp þarna í 200 milljónir held ég, 280 milljónir þessi tap. Þannig að þetta eru mikla tölur og þetta er náttúrulega ekki gott að vera þarna megin í rekstrinum. Og talandi ábyrgð og sína ábyrgð í rekstri. Og þá ætla ég að, sem punktur sem ég vildi segja, var einmitt það að hann talaði að rífa ekki handbremsuna. Ég ætla að taka þann frasa til mín, því að ég hef svolítið verið að tala fyrir öðrum áherslum í rekstrinum, heldur en hefur svo orðið raunin. Og þetta er alveg rétt, menn rífa ekki í handbremsuna. Og þeir eru með rekstur, þá þurfa að halda rekstrinum gangandi og það þarf að vera svona mjúkar breytingar þar og það er það sem við viljum gera. Alveg klárt mál. Með það að rífa í handbremsuna að þá þarf að horfa svolítið fram í tíman. Og við þurfum að koma í veg fyrir það að það þurfi að rífa í handbremsuna. Og núna í þessum ársreikningi þá var tvennt sem ég fannst mjög góða fréttir. Annað var það að það voru aukin framlög úr jöfnunarsjóði 100 milljónir. Og hitt var það að veltumfjármagn frá rekstri var 307 milljónir sem langt umfram það sem við þurfum að borga, þannig að við höfum pening í okkar framkvæmdir. Það er jákvæða. Ég komið reyndar og ég ætla að koma því á framfæri hér. Ég var svolítið hissa að sjá líka með launaliðinn. Hann var í viðauka í nóvember 1300.000 ríflega en endar í 1430. Það er 10% aukning. Mér finnst það rosalega mikið sem ekki hafa náði í viðaukunum í nóvember að launaliðinn var að fara þetta langt fram úr og við ættum auðvitað að sjá það. Þetta er náttúrulega 59% sagðirðu af okkar kostnaði og við þurfum að gera ráðstafanir í því. Við þurfum að sjá þetta mánaðarlega, sérstaklega síðustu mánuði ársins þá hefur alveg pottþétt að fylgjast með þessu. En varðandi það að rífa handbremsuna, þá er ástandið þannig að við erum að fá framlag úr vegna sameiningar og við þurfum að horfa langt fram í tímann og ég hef bent á þetta áður og þetta er bara alveg, eins og ég nefndi í fyrra. Þetta fer og þegar þetta fer þá lækkar og ef við tökum þetta út núna þá var þetta 140 milljónir held ég á síðasta ári og þá myndi aftur veltuhjálfresti ekki duga og við þurfum að gera ráðstafanir fyrir þessu. Þannig ég tel að við þurfum að skoða okkar áætlun fyrir þetta ár. Við erum komin svolítið annan stað og við þurfum að skoða á næstu árum. Við höfum 96 milljónir í ár og 96 milljónir næsta ári vegna sameiningar og svo lækkar þetta hratt. Og við þurfum að vera tilbúin í það til þess að þurfum ekki að rífa í handbremsuna. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra en enda samt á því að ég er sammála bæjarstjóra allan einu sinni með það að rífa ekki í handbremsuna. Og hvet okkur til dáða þá við næstu áætlunargerð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Það er nú alveg stjörnu fyrir að tala svona handriðslaus. Varstu þetta ekki meira spurningar til neitt? Orðið er laust. Og það kveður sér engin ljós, þannig að bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi sveitarfélagsins til síðari umræðu í bæjarstjórn. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá slít ég hér bæjarstjórnarfundi en við höldum hérna áfram með opinn fund vegna ársreiknings vegna ársins 2023 og til að vera með allar tölur á hreinu og þá slít ég fundi klukkan 19:02 og þakka góða fundarsetu fyrir þetta.